Sjá aumur á mér, elsku drottinn minn. Dragðu mig upp úr dýkinu. Sjá aumur á mér, elsku drottinn minn. Dragðu mig upp úr dýkinu. Snertu mig. Kom til mín, Jesus. Kom til mín, Jesus. Kom til mín, Jesus, og snertu mig. Have mercy on me, Lord Almighty. Drag me away from the abyss. Have mercy on me, Lord Almighty. Drag me away from the abyss. Come to me, Jesus. Come to me, Jesus. Come to me, Jesus, and touch me. Come to me, Jesus. Come to me, Jesus. Come to me, Jesus, and touch me. Við þurfum öll á snertingu Drottins að halda. Já, sannarlega. Stundum þurfum við orðið, en stundum þurfum við að hann snert okkur. Og það svo yndislegt að þegar við þurfum á honum að halda, þá snertir hann okkur. En nú ætlar hann Snorri að tala til okkar og Guðs og við bjóðum hann velkomin. Já, takk. Komið sæl og blessuð og friður Guðs veri með ykkur. Gaman að sjá Silvana, þú átt orðið litla stúlku, innilega til hamingju. Þetta perla okkar á meðal. Og ég finn það alveg með sjálfa mig að það alveg sama hvað börnin mín eða barnabörn verða mörg. Þau eru alltaf meiri og meiri perlur og ég dáist ennþá meira að konu minni, hvað hún orðin langamma og þetta hefur bara bæst við hver vegtitlan af öðru, annari. Og ég hef stundum verið að hugsa þetta með sjálfa mig. Þegar ég giftist henni, þá var ég að giftast bara sætu stelpunni. Núna ég giftur fallegu langamunni. Þannig að þú veist, þetta breytist, hvert aldurskeið hefur sinn sjarma, getum við sagt. En það eitt sem að fylgir okkur, það að sko, blessun Guðs, hún vill varðveita okkur. Og maður þarf að sjá með augum Guðs hversu mikilvægt það að við eigum rétta samfélagið og réttu samböndin. Og ég heyrði á henni Dísu áðan þegar hún var að lesa orðið fyrir okkur, að þá var hún að tala þessa skelfingu sem að að grípa okkur í gegnum heimsbyggðina og fréttirnar. Og við erum að horfa á
Afganistan allt í einu hrynja og það var einn her sem fór í burtu og þar með var bara eins og upplausn í landinu. Og vitið það kom til mín, skyldi það bara ekki vera líkt því sem gerist hjá okkur sjálfum þegar englar Guðs yfirgefa okkur og vendin fer í burtu. Því að það er sagt, bæði í Davíðssálmi 139, því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegu þínum, að þú steytir ekki fótinn við steini. Og þetta eru náttúrulega gríðarlega svona ögrandi vitnisburður, getur það verið að þú sem einstaklingur, þú eigi bara þinn engil. Og hann verndar þig, hann er með þér, hann varðveiti þig. Og ég man eftir einni samkomu sem við vorum með þessu í Vestmannaeyjum fyrir mörgum árum, þá vorum við einmitt að tala um þetta. Hver er englavendin yfir okkur? Og það stóðu 2 menn upp í salnum og þeir sögðu, ég er með vitnisburð englavend. Og englavendin var svo að þeir voru staddir vestur á Hamri, þá voru strákar, kannski 11 ára gamlir, og það er alltaf gaman þegar þú stendur upp á bjargbrún að kasta steinum niður og láta það fara. Og einn strákurinn, bróðir minn, hann tekur stóran stein, hnullung, og lappar með hann svona að brúninni og sveiflar og lætur steinin fara, en af því að hann var í lopapeysu, þá greip steinin í peysun hans og togaði hann út. Og hann mundi eftir því að hann sá krakkana þarna standa upp á brúninni og hann var hérna upp í loftinu og svo teygði hann hendurnar og náði í brúnina og bjargaðist. Og hann sagði, hann var lengi vel að hugsa hvað var að gerast þegar hann var svífandi í loftinu og hver hjálpaði hann að ná brúnin aftur. Og það var annar sem stóð upp og sagði, já, ég man eftir þessu. Ég nefnilega var hann í hópnum og ég man eftir að hann var komið langt út. Við héldum að færi niður, en hann greip allt inn í brúnina. Og ég lét á stundum í stýrimannaskólanum í Vestmannum skrifa svona sjálfvalið efni og þá lét ég efnið heita eitthvað slíkt atburðurinn sem ég ekki skil. Og þá er einn sem að skrifaði það þegar hann var 12 ára gamall. Og þegar hann skilaði mér ritgerðinni, þá sagði við mig, þú segir engum frá. Þú lofa mig því. Og ég las ritgerðina og þetta var fínasta saga. Þá var hann staddur austur á Seyðisfirði. Og hann fór í egg. Það var vor og hann var með litla málningafötu með sér og labbaði aðeins svona fuglabyggðina og tíndi egg ofan í og var komið með fötuna fulla. Og svo er hann þarna utan í klettunum og allt inn og áttan að segja á því að hann kemst hvorki í afturbak, niður áfram, upp, niður. Hann er komin í eitthvað einstíði, hann er komin í sjálfheldu, hann veit ekki hvernig hann á að bjarga sér. Og hann í svona óðagoti, þá grípur hann með hendina í bergið, hendi fötunni út og svo segir hann, Guð, hann lokaði augunum, Guð, þú verður að hjálpa mér, ég rata ekki þessa leið. Og þegar hann opnaði augun, þá stóð hann upp á fjallinu. Og hann sagði, þú segir þetta engum. Og þegar ég las þetta, þá sagði ég ætla að segja þetta öllum. Því mér finnst svona sögur eigi að heyrast hjá okkur, og við erum að gefa Guði dýrðina. Og mér var svo gott þegar þetta orðskipti sem varst að gefa barninu, Drottinn blessi þig, Drottinn varðveiti þig, Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Og það endar á þessu, Drottinn upplyfti sínu augliti og gefi þér sinn frið. Það er málið sem við þurfum að hafa þegar við heyrum að það er allt að hrynja í Afganistan. Hvaða frið höfum við í okkur? Og komið með mér í Jóhannesar Guðspjall, 16. kapitula. Mér finnst að skipta máli, allavega er þetta svona ögrun fyrir mig, eða má ég kannski nota þetta orð ögrun, þetta er áskorun, kannski betur sagt, að Jesús hann notar þetta orð og hann er að kenna lærisveinum sínum í 14. kapitula og 1. versi. Þetta orð þekkið þið alveg út og inn. Hjarta eða skelfist ekki. Þittið, trúið á Guð og trúið á mig. Og ég ætla ekki að fara mikið lengra í kaflanum þetta,
Mér svo athyglisverð samsetningin á þessu orði, hjarta yðar skelfist ekki. Það þurfum við að gæta okkar. Hjarta okkar skelfist ekki. Við höfum englana með okkur. Við eigum Guð með okkur. Og Pétur hann talar til okkar með þessi í sínu bréfi og kallar okkur útvalda kynslóð, heilagt prestafélag, konunglegt prestafélag meira að segja. Og þá hann einmitt að benda okkur á að við sem kristinn söfnuður, við erum forréttinda fólk. Og þegar drottinn Jesús talar við okkur þetta, hjarta ekki að skelfist ekki, þá gefur hann lausnina, trúið á Guð og trúið á mig. Það lausnin í því að skelfast ekki. Stundum það þannig að við gleymum að rækta trú okkar á Jesúm Krist. Við ræktum ekki trú okkar á Guð. Við spyrjum jafnvel Guð, hvar ertu núna? Við viljum gjarnan finna fyrir honum, en við finnum ekki neitt. Og Guð ekkert endilega bundinn við það hvað við finnum. Guð bundinn okkur vegna síns orðs. Það boðskapurinn sem við erum með, sem Guðs orð. Þegar við förum að hlýða þessu orði og taka það til okkar, þá eitthvað sem gerist til innra í okkur. Og ég vil meina það gerist það sama Páll postuli, nefnir í 1. Kórinthubréfi 10, þegar hann hvetur okkur til þess að taka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Við ögum hugafar okkar, við ögum hjartalag okkar. Við erum búin að reyna þetta í yfir 50 ár hér í Keflavík, að Keflvíkingar verða aldrei sammála okkur. Það þýðir ekki að semja við þá. Við getum alveg verið viss það að ef við værum í Afganistan, þá myndum við sitja í nákvæmlega sömu kringumstæðum. Það þýðir ekki að semja við talibana. Og af hverju það? Við stöndum í svipaðri krísu á Íslandi og þau gera í Afganistan. Í Afganistan verið að tala kvenréttindin sem að konurnar eru sviptar. Þar með ekki að vera í skóla, þar með ekki að gera þetta og þar verið að vera klædda svona. Á Íslandi við bara á hinn vænginn. Konan má ekki vera heima. Ef hún heima sem húsmóðir, þá hún fyrir utan normið. Hvað segja þá allir? Ertu bara kúuð eiginkona? Má hún ekki rækta heimilið sitt? Nei, það ekki alveg samþykkt okkar á meðal. Svo hvar stöndum við? Við stöndum líka frammi fyrir því að á Íslandi svona talibana hugsun og hana finnið í skólum landsins. Og hana finnið hér og það verið að reyna á okkur inn í einhverja kringumstæður sem að ég ekkert endilega sammála því að þurfa að taka þátt í. Það eiga allir að sprauta sig. Það eiga allir að bera grímur. Það eiga allir, þið vitið. Þessi kenning að það eiga allir, hún svolítið hættuleg. Mér finnst alveg sjálfsagt að þú verji þig og ég verji mig fyrir öllum sjúkdómum. Ég hef farið til Afríku og ég læt sprauta mig áður ég fer til Afríku. Ég vil hafa líkama minn uppbyggðan þannig að ég þurfi ekki að leggjast í kör út í Afríku, að ég hafi þá einhverja varnir í líkamanum. Ég ekki á móti því, en að það skuli vera þannig að maður þurfi, það svolítið annað, að einhver annar sé að leggja á okkur þessar byrðar. Og skoðið ég ætla að fara með ykkur inn í fleiri orð, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, komið með mér í Davíðssálm 19. Mér finnst Davíð konungur hafa alveg gríðarlega skemmtilega nálgun á þessu orði drottins til okkar og ég hef verið að velta þið fyrir mér, getur það verið að það sem að við erum með skrifað hér í hinni góðu bók Biblíunni, að það skuli bara vera eitt af þessum orðum sem að heilsusamlegt fyrir okkur sjálf. Hvað að gerast á Íslandi? Af hverju erum við að heyra það að geðveikin á Íslandi hefur farið vaxandi undanfarin ár? Af hverju erum við að heyra það sem menntaða þjóð, sem velgerða þjóð, hún glímir við meiri og hærri geðveiki meðan unglinga heldur en nokkuð tíman áður? Hvað í gangi? Hvernig stendur því að börnin okkar þau eru að gefast upp þegar á unglingsárum? Það eitthvað í samfélaginu sem að ógnar þeim. Af hverju það svo? Og ég aðtóð þetta, komið með mér, vilji ekki allir hafa hressa sál?
Eru ekki öll inn á því að sálin okkar hún þurfi að vera hress og við séum glöð og þegar við hittust þá gleðjum við hvort annað með kveðjum, með sálmum og loftsöngum og andlegum ljóðum. Og sjáu þetta merkilega orð. Davíð fer inn í þetta. Lögmál drottins lýtalaust. Sjáu þið 8. versið. Lögmál drottins lýtalaust. Og hvað gerir það? Það hressir sálina. Hvað hægt að gera og hverju þetta að svara unglingunum á Íslandi í dag sem eru að kikna og þeir eru að finna fyrir æ meira þunglindi og erfiðleikum? Kannski þau þekki ekki lögmál Guðs. Kannski það rótin. Í Davíðssálmi 19, versi 8, lögmál drottins lýtalaust og það hressir sálina. Og hvernig getur við staðið frammi fyrir því að okkur líði eins og bara hámenntuðu fólki og við séum bara gáfaður líður. Við erum ekkert endilega metin þannig. Það eru alls konar menn sem að vilja benda okkur á hversu vitlaus við erum og heimsk. Og það vantar ekki að ef þú trúir á Guð þá ertu vitleysingur, því að þú trúir á það sem þú hefur aldrei séð og enginn hefur séð. En það eitthvað í okkur sem gerir það verkum að við trúum og við sjáum Guð í gegnum svo margt. Og takið eftir þessu versi, vitnisburður drottins áreiðanlegur, hann gjörir hinn fávísa vitran. Og mér finnst það svo athyglisvert að við skulum eiga þessar sögur og ég skuli geta sagt ykkur sögur af bróðum mínum sem vitnaði englavernd sína. Hann sá engan engil. Það eru börnin sem að sá hann fara út af bjargbrúninni og ná inn á aftur. Og þau hafa ekki ennþá getað skilið þetta svona tæplega 60 árum síðar. Og við erum með fullt af svona sögum úr lífi manna það hvernig Guð almáttugur verndaði og varðveitti. Og ég ætla að biðja ykkur líka, rifjið upp sjálf með ykkar eigið líf, í hverju þið hafið staðið og hvað það sem að Guð hefur hjálpað ykkur með. Hvernig kom Guð inn í kringumstæður ykkar? Hvernig umbreytti Guð ástandinu ykkar? Hvernig var Guð með ykkur í orði og verki? Og þannig var með lærisveinana, þeir voru bæði máttur í orði og verki, alveg eins og Jesús Kristur var. Gyðingarnir gátu ekki séð að Jesús var Guðs son. Þeir vildu endilega þrátta við hann og vera að deila við hann þessi mál. Jesús sýndi það bara með verkum sínum hver hann var. Af hverju trúðu menn ekki? Hjartað skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Og í þessum kringumstæðunum sem eru núna í dag, þá eðlilegt að við getum sagt hvert við annað, brýniði okkur. Brýnum okkur að lesa Guðs orð. Verum þekkingarinnar megin og sjáum því hvernig gleðjum við hjarta okkar. Nú má ekki lengur halda böll, nú má ekki lengur fara á skemmtistaði, nú má enginn gleðjast og Vestmanningarnir þeir voru svo ákafir í því að þeir ætluðu ekki að láta taka af sér þjóðhátíð. Þeir fóru til Eyja, svo bara farið í garðana og það var tjalda og það átti að vera partí og fjör. Það voru 20 sem fóru í sóttkví eftir það. Dásamleg skemmtun. En sjáu þið hvað að hitta okkur, hvernig við förum að. En sjáu hvað orð Guð segir við okkur. Mér finnst það alveg frábært. 9. versið. Fyrirmæli drottins eru rétt. Þau gleðja hjartað. Skyldi það vera að það sem að þig vantaði og til þess að þú megi gleðjast yfir drottni, það að þú heyrið og þú minnir þig á fyrirmæli Guðs. Og þegar þú ferð að rifja upp hver fyrirmæli Guðs eru til þín, og þú tekur á móti þeim, það gleður hjartað þitt. Og svo held ég aðeins áfram, boðorð drottins eru skýr, þau hýrga augun. Og þetta eru dásamlegi kennimerki eða vitnisburður það, hvernig Guð hefur áhrif á þína sál, þinn anda, þitt hjarta og þína innri veru. Og þegar Guð hefur þessi áhrif á þig, þá speglarðu andaðinn í góðu útliti. Það hefur sitt að segja að hafa rósamt hjarta. Það hefur sitt að segja að vita það að við höfum vit á að gera hið góða og sleppa hinu illa. Og í þessum kringumstæðum sem við erum að tala þá mjög eðlilegt að við áttum okkur á því að við erum forréttinda líður sem fáum að vita hvað framundan er. Ég veit hvað morgundagurinn ber með sér.
Við vitum að Guð ætlar að halda í hendi þína. Við höldum samt áfram með Davíðsson 19, 10. vers. Ótti drottins hreinn, hann varir að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Hugsið ykkur, þetta það sem að Guð að leggja til þín sem veganesti í ævina. Og svo segir hann, þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnóttir af skýru gulli. Og hafið ekki tekið til auglýsingunni sem að berst stund eða heyri stundum í útvarpinu að það verið að tala mannin sem að fara á alla golfvelli veraldarinnar vegna þess að breytist svo margt til þið fá þann stóra. Og svo eru þeir að gera þetta og gera hitt og byggja og hafa alls konar kringustæður og gera svona heimskulega hluti vegna þess að það breytist allt við þann stóra. Sem sagt gullið, það á að breyta öllu. En eitt af því sem Biblían nefnir við þig að það sem dýrmætara en gull, það þér gefið. Og það finnur hér í Davíðssálmi 19, þegar drottinn segir við þig, öll ákvæði drottins sannleikur, öll réttlát, þau eru dýrmætari heldur en gull, já, gnóttir af skýru gulli. Aftur á móti veit ég það, að þegar menn koma að hlutabréfamörkuðunum í heiminum, þá eru allir að gleðjast yfir því að hlutabréfi vaksa og gullforðin verður alltaf meiri og meiri. Við förum ekki með neitt gramm af þessu með okkur í himinin. Það verður allt saman skilið eftir hér á jörðum. Og til hvers þetta þá allt? Guð þráir að við höfum réttan mælikvarða á hvað það sem að við eigum að gera í honum. Gleðjumst yfir honum, verum vitur í honum og sjáum til hvernig drottinn ætlar að opinbera okkur það sem framundan Má ég benda ykkur á, af því að við erum forréttindafólk, Amos spámaður. Hann einn af þessum mönnum sem að fékk að vita hvað frá Guði kemur. Og ég trúi því að við mögum taka þetta orð og 3. kapitula hjá Amosi og taka það inn í okkur og benda okkur á og segja hvert við annað hvað það sem Guð að gera. Og það mjög merkilegt að Amos skuli fá þetta vers, 7. versið, þegar hann segir, nei, drottinn Guð gjörir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Hefur Guð sagt þér hvað framundan Hefur Guð undirbúið þig? Hefur Guð talað til þín að þú megi vita að þetta að gerast og hitt að gerast. Og ég vil bara nefna við ykkur, við höfum mjög oft talað það hér út frá þessum ræðustól, að musteri gyðingana að koma. Þeir ætla að byggja það. Og það eru mjög fáir sem að hafa sýnt ykkur peningana sem gyðingarnir að gefa út, þeir eru ekki stærri en þetta, en tilgangurinn að safna pening eða safna gulli til að geta byggt musterið í Jerúsalem. Hver mun fara inn í musterið í Jerúsalem? Af hverju var það rifið niður? Og af hverju segir Páll postuli að maður lögleysisins, hann muni fara og setjast þar í hásæti og ætla að gera sjálfa sig að Guði í musterinu? Þá þörf á því? Við erum að horfa á að þessir peningar eru þegar komnir út, gyðingarnir stefna þangað. Ef við nefna fleiri atriði, það talað þá og ég sagði það fyrir ári síðan að við stöndum frammi fyrir því að í þessari sótt sem að sækja á þessari COVID-19 þá munur enda þannig að allir verði að taka merkið á sig. Og það var náttúrulega hlegið að mér og menn skrifuðu á Facebookinu og sögðu við mér Snorri, það frelsast enginn fyrir svona hræðsluáróður. Svo ég að lesa blöðin í dag og þá bara birta svona greinar, mótmæli í Frakklandi, mótmæli í Þýskalandi, vegna þess að þeir verða allir að fá stimpil eða vegabréf eða merki að þeir séu skráðir, bólusettir og til hvers? Af hverju þurfa það? Jú, það alveg hiklaust greint frá því í fréttinni og ég ætla aðeins að fá að nefna við ykkur. Framvísun passans skilyrði fyrir því að fá að ferðast í innanlandsflugi með hraðlestum, setjast inn á bari, kaffi- og veitingahús, heimsækja söfn og kvikmyndahús og svo má lengi áfram telja.
Af hverju skiptir þetta okkur máli? Af hverju ég að nefna þetta við ykkur? Ekki nóg af hræðslu áróður í gangi? Jú, við erum bara forréttinda fólk og við fáum að vita áður en það gerist. Hvað að gerast? Og við fáum að skilja áður en hurðir lokast hvert við erum komin. Og þetta allt saman gert í þeim tilgangi að þú og Guð megi vera saman, ganga saman, vinna saman og finna það að þið eru öruggir saman. Guð þráir ekkert heitara en eiga lifandi samfélag við þig og fá að leiða þig fram til friðar og dýrðar og blessunar. Hann þráir að ásjóna hans fá að lýsa yfir þig. Hann þráir að friður í hjarta þínu verði hans friður yfir þér. Og ég var koma aðeins að lokum inn í Opinberunarbókina, bara ég ætla að nefna þetta við ykkur, 13. kapítul í Opinberunarbókinni, og þetta búið að standa í Biblíunni allavega frá því ég var ungur strákur, og ég hef lesið Biblíur sem eru mun eldri en ég. Elsta Biblían sem ég á frá 1841, þar stendur þetta líka. Og menn náttúrulega hafa verið að spyrja gegnum kynslóðna. Langafi hefði getað spurt, hvenær mun þetta verða? Því að Biblían 1841, hún allavega 10 árum áður heldur en langafi minn fæddist. Þá stóð þetta í Biblíunni. Og þá kemur þetta fram í Opinberunarbókinni 13, 16. versið. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Á sama tíma, kæru vinir, og við erum að fá vitneskuna að gyðingar ætla að byggja musterið, þá erum við að fá vitneskuna það að allir verði að fá eitthvað merki á sig. Þetta tilviljun eða Guð að leiða okkur inn í þá tíma að hann ætlar að hrífa okkur til fundar við sig í loftinu? Erum við komin að þeim tíma þar sem að Biblían kallar þann tíma ofsóknirnar miklu eða þrengingarnar miklu? Erum við virkilega að nálgast þann tíma og þá getum við ekki verið án Guðs. Við verðum að hafa Guð með okkur. Við verðum að leita skjóls. Og eins og Drottinn hefur lagt til okkar engla til að venda okkur og varðveita. Þannig hefur Guð líka gefið okkur sinn heilaga anda. Og þannig hefur Drottinn einnig skilið eftir sitt orð til þess að þessi 3 þættir, samfélagi við englana, samfélagi við orð Guðs og samfélagi við heilagan anda, það megi uppörva okkur í því að við mögum vita hvað til friðar heyrir, hvað Guð að gera í okkar lífi, hvernig hefur efni á að sleppa því að ganga á Guðs vegi. Hvernig hefur efni á því að segja við Guð, nei, bíddu aðeins lengur, ég ætla að fá að fara mínu fram. Nei, gerðu það ekki. Gakktu á Guðs vegi, vertu með honum frá með þessari stundu og tryggðu það að Drottinn Guð allsherjar vaki yfir þér. Vertu ekki að bera kinnroða yfir því þó að einhver sé að gera grín að þér. Hafðu ekki áhyggjur af því þó að einhver sé ekki sammála þér. Þetta búið að vera svona allan tíman. Og svo heyrðu líka, þeir sem eru ekki sammála, þú finnur þau í pólitík, þeir eru á alþingi, þeir eru að blogga, þeir eru á alls konar stöðum í samfélaginu. Hverjir eru sammála öllum? Það er komið tími til að við drögum okkur út úr til þess að vera sammála Guði almáttugum skapara himins og jarðar. Og ég ætla að enda með orðinu sem bendir á það hvað gerur okkur vitra. Hvernig getum við byggt upp okkar greindarvísitölu? Og það Davíð Sálmur 19 auðvitað. Mér finnst alveg dásamlegt að geta haft þetta orð, nota það sem veganesti, minnt okkur á það og sagt hvert við annað án þess að ráðna að þetta leiðin til þess að við séum vitur, það að við tökum mark á orði Guðs og Jakob, bróðir Jesú Krists, hann einmitt ráðlagði okkur, ef einhvern brestur visku, þá bið ég hann. Því að viskan kemur ofanfrá. Viskan ekkert endilega bara það sem greindarvísitala heilans, heldur þetta miklu stærri þáttur. Vitnisburður Drottins áreiðanlegur, hann gjörir hinn fávísa vitran.
Velkomin í hópinn sem við gera Drottin Jesúm Krist dýrlegan, sem tekur mark á hans heilaga orði, og þegar við tökum mark á orði Drottins, þá fáum við frelsun frá alls konar vandræðum. Drottin, hann þekkir sína. Eigum við að ganga honum á hönd. Skulum standa upp. Mér langar til þess að við biðjum saman og við bara réttum hendina til hans og segja, Drottin, hér er ég, halt í mínu hendi. Jesús, þakka þér fyrir að þú mátt leiða okkur áfram þinn veg. Þú mátt hjálpa okkur til þess, Drottinn minn, að við heyrum hvað andinn segir söfnuðunum, hvað orðið tala til okkar, Drottinn minn, og hvernig við í auðmýkt fáum að vera hluti af þínu verki. Drottinn, þegar hlutirnir gerast, að þá mega augu okkar sjá það, eyru okkar nema það, Drottinn minn, og við vitum að lausnin okkar er í nánd. Takk að við mögum blessa þig og vera venduð og varðveitt í þér í Jesú nafni. Amen. Gangiði Guði á hönd, gangiði Guðs vegi og Drottinn mun sannarlega fylla hjarta ykkar fríði. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty mín.